Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauða borðinum. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er hún Dröfn Ösp Rósas frá LA. Dröfn, ertu þarna, heyrir í mér? Ég heyri þér, heyrir í mér? Ég heyri vel í þér. Hvað segiru? Er LA að brenna enn og aftur? Nei, og það eru vissilega mótmæli sem eru friðsöm og þau eru náttúrulega bara lögbundin réttindi okkar til þess að fá að gera það, til þess að standa í hárinu á ofbeldi sem er núna bara verið að beita borgina hörðu ofbeldi og þetta er náttúrulega bara algjört overreach og ég bara afsaka ef ég sletti svolítið því að svolítið er auðvitað að þýða svona á gólfinu en þetta er náttúrulega verið að fara yfir allar heimildir í raun og veru með að senda þjóðvarðarlið og núna landgönguliða til þess að koma og höndla einhverja nokkra mótmælendur sem eru að mótmæla réttilega það sé verið að taka fólk án dóms og laga og án dómara kvittaða handtökuskipana og síðast þegar ég skoðaði einhver réttindi í lýðræði að þá er það nú ekki lýðræði samfélag sem leyfir slíkt. Nú auðvitað er fólk að segja, ég er búin að hlusta á fréttirnar í allan morgun, það eru svona kjör tiltölulega, auðvitað eru alltaf einhverjir kjána sem eru að kveiki í bílum og henda lænhjólum á lögreglubíla en það er ekki meiri hlutin og það er akkurat það sem við erum í alvörunni í svona Black Mirror gaslýsingar, ég kalli þetta post-truth society í raun og veru sem við lifum í. Það eru allir að velja sinn eigin alheim og velja sinn eigin raunveruleika sem er náttúrulega orðið rosalega skeri þegar staðreyndirnar stara á fólk og fólk neitar að horfast í augu við það sem er náttúrulega það að það er ekki ástand til þess að kalla inn alríkis yfirvöld. Ég meina þetta hefur tvisvar sinnum gerst áður og það var í Little Rock, Arkansas 50 að þá var þjóðvaraliðið kallað inn út af því að þeir neituðu að integrita eftir að búið að banna aðgreiningu svartra og hvítra og þeir neituðu að gera það, þá var þjóðvaraliðið kallað inn til þess að aðstoða með það og svo náttúrulega kom þjóðvaraliðið aftur inn í gegnum alríkisvald þegar að Rodney King mótmælin voru í gangi og þá náttúrulega vissulega logaði borgin allir í logum og það var náttúrulega í kjölfarið af O.J. Simpson bara allt, það logaði allt þannig að þá voru óeirðir. Það er ekki það sem er að gerast og það sem er að gerast, það er verið að rífa blaðsíður úr fasískum leikreglum sem er það að senda hingað 2000 landgönguliða, 700 landgönguliða og þjóðvarðarlið og kalla það upp í fréttum. Við sjáum ég kalla hann bara 47 því ég get með ómögulega sagt nafnið hans forsetans og þess að fá æluna í hálsinn því að hann alltaf hefur sýnt okkur hins og katta til hversu mikill skítært hann er. Hann alltaf þolir ekki Kaliforníu og hann var í fíl út í Elon Musk í vikunni og hann þarf að sýna að hann sé strongman og þetta er aðferð og aðför að okkar fylki með því. Hann er náttúrulega búin að hóta fylkisstjóranum okkar að handtaka hann. Hann er búin að hóta fylkisstjóranum okkar að hann ætlar að klippa Kaliforníu út úr öllum allri fjárhagsaðstoð sem er rosalega kaldhæði því að við borgum mest í alríkisskatta af öllum fylkjónum sem eru í sambandinu sem er Ameríka, Bandaríkin. Og þannig að þeir ætla að gera það, þá missa þeir af $86 billjón í tekjum því að við erum núna orðið 4. stærsta hagkerfið í heimi. Við vorum að taka fram úr Japan, bara þetta fylki sem er stærstu hagvísitölu í heimi. Þannig að verði honum að því og ég meina hver talar svona, handtaka fylkisstjóran, senda át fólk til þess að beita með hervaldi venjulegt fólk sem er að mótmæla, friðsamlega mótmæli by the way og það eru ekki þúsundir manns á götunum við finnum ekki fyrir þessu ennþá út allt en ástandið er skrítið, það er mikil stress í loftinu, fólk er ekki mikið út á götum, fólk er hrætt. Ég er í alls konar svona þráðum með nágrunum og fjölskyldunum minn sem er náttúrulega hálf-mexíkósk, fjölskylda mín. Og ég meina, stelpurnar mínar, allar barnabarnir mín, þær eru allar hálf-mexíkóskar og eru brúnar og dásamlegar og ég meina við erum óttust þær búi í Boyle Heights sem er mjög nálægt þessum Paramount og öllu þessum æsingi sem er í gangi með skriðdröggum. Ég meina þetta er skelfilegt sem við erum að horfa fram með. En ég veit samt að það sé hreint að það er ekki hægt að skilja þetta nema úr sértina. Það eru ekki óeirðir. Lögreglan hér getur passað upp á öryggi, auðvitað eru kjána sem eru að meiða fólk og brenna bíla og auðvitað, ekki gera lítið úr því og það er engin hrifin af því. En
þetta ofvald að koma hinga með alríkisvaldi sem hann hefur ekki einu sinni völd til. Þetta þarf að fara í gegnum fylkisstjórann. Þannig að það var að brjóta reglur hægri vinstri sem að virðast því miður ekki skipta neinu máli. Það virðist bara brjóta og biðjast afsökunar seinna því að síðan kom bara lögsóknir og ég meina hvað hægt að gera, lögsóknir verða sem bara áratugi í einhverjum dómsölum á meðan að venjulegt fólk situr í fangelsi og í varðhaldi. Ég meina þeir handtóku núna leiðtoga David Huerta, hann var lamin í klessu, hann á spítala og samt í alríkisgæsluvarðhaldi. Þetta maður sem leiðtogi, verkalýðsleiðtogi sem að síðast þegar ég skildist væri amerískur ríkisborgari. Þetta eru réttindi ríkisborgara sem eru fótumtroðin. Ef að fólk að hlusta á okkur sem eru Trump-stuðningsmenn þá bara því miður afsakið, ég get ekki skilað. Ég get ekki skilað hvernig þeir einstaklingar geta samið það í hausnum á sér að það sé eitthvað sem í kei. Því þá engin óhultur og þar með þeir. Já, og þetta einmitt, fyrir kannski þau sem ekki vita, þá það sem þú ert að tala það eru þessir, úrindar auðvitað fara í gang út af þessu þessari öryggislögreglu sem að handsama fólk vegna svona hertari landamæragæslu. Og þetta í rauninni, hvað það nákvæmlega sem varð til þess að þessi mótmæli brutust út? Það var náttúrulega því að hann ákvað að gefa í bara í síðustu viku og 47 ákvað að gefa í síðustu viku og ég endilega gefa í ICE aðgerðir hérna í Los Angeles. Og þetta, ég er búin að búa inn í 16 ár, við höfum svona séð ICE aðgerðir svona ditt og datt, það hefur aldrei komið beint svona upp á radarinn, þetta kemur upp reglulega því að þetta eru landamærismál, eru náttúrulega eins og ég hef sagt áður, eru náttúrulega mjög viðkvæm og erfið og auðvitað, við getum ekki allir í John Lennon og eins og þessi æðislegt að það sé engin landamæri en því miður eru bara landamæri og það þarf að tækla hana málaflokk sem náttúrulega mjög erfitt en að gera það með offorsi og skriðdröggum og grípa fólk af götunum án þess að vita hvað það er að grípa ríkisborgara og börn. Já, það var að lappa inn í skóla og ná í börn og börnin okkar eru og það var bara tekið þegar hann tóku þetta í yfir 200 manns og þetta hefur ekki gert, þetta er svo stór rassi og þetta er yfirleitt ef þetta hefur gerst, það hefur verið 5-6 manneskjur, 10-15 þetta er bara gjörsamlega í veldisvísi jókst of mikið í einu og hann náttúrulega gátt yfirlýsingu í morgun að hann er mjög ánægður með alla starfsemi ICE í Kaliforníu og þessi beautiful troops eru þarna inni að passa upp á að Kaliforníu sé örugg og hann náttúrulega drullu saman að Kaliforníu sé örugg. Hann ekki að því, hann að búa til óverðir, þetta er horse and carriage, hvað kom undan, hænan eða ekki, hann að búa til icing til þess að fara allt í bál og brand, svo hann geti sett herlög á fylkið og tekið yfir. Það augljóst að það er það sem vakir fyrir hann og hann núna búin að gefa þetta kynna í morgun að hann ætla að gefa í enn meira. Já, hann hefur sagt þetta með herlögin virkilega áhugavert og ég meina þetta eitthvað sem hefur og ekki gert yfirleitt. En hvernig svona framtíðin dagurinn dag og kvöldið, hvað sér þið fyrir þér að muni verða dröfn? Við vonum, það er svolítið hljótt á göttunum hjá okkur núna og ég heyri það því það eru yfirleitt þyrlur, ég heyri yfirleitt í þyrlum reglulega, það er ekkert, maður vaknar ekki einu sinni við það hánótt lengur þegar maður í lögregluþyrlunum, en fólk stressað, fólk ekki mikið úti á vappi, ég er búin að segja þess að sög kannski núna held ég 2-3 sinnum, en ég held að það að gera bara að fólk kannski hlusti á mismunandi fjölmiðla, að við fórum út að borða á laugardagskvöldin þegar þetta byrjaði í raun og veru, við vorum rétt hjá þessum að fyrstu mótmælin voru hjá alríkisbyggingunni. Ef að mótmælin voru hjá Hörpunni þá var ég hjá Jómfrúnni í raun og veru og leigubílstjórinn sem náði okkur einstæð Mexíkóskona með 4 börn og hún sagði ég hef ekki efni á að vera ekki að vinna og ég fór ekki að vera út á göttunum hún með tárin í augunum og hún var með alla pappírana með sér í bílnum, vegabréfið og ég meina Hún eitthvað aðeins að detta út og hún Dröfn lýsir skelfilegum aðstæðum í Kaliforníu en við skulum kannski bara setja punkt hér. Já, hérna kemur aftur, hæ. Sorry, já. Ég heyrði þið söguna með leigubílstjórann sem var með vegabréfin með sér í bílnum og bara með gráti næst keyra okkur heim því að hún hefur ekki efni á því að vera ekki að vinna. Þetta er mikið, mörguleiti til þetta láglauna fólk. Já.
fólk með margar vinnur og í þjónustustörfum og en þetta virkilega sorglegt einhvern veginn, hvernig svona fasisminn virðist hafa náð þarna ákveðnu uppgangi, en það dásamlegt að fylgjast með því að fólkið ætli ekki að láta þetta einhvern veginn svona gerast og það ætlar að mótmæla af krafti áfram. Sérðu fyrir þér að taka þátt í mótmælunum sjálfum eitthvað? Já, við erum verkalýðsfólki og eiginmaðurinn minn og við erum öll skipulögð og það voru skipulögð mótmæli. Ég hef ekki sjálf komist á stað út af því ég er búin að vera föst í vinnu sem líka önnur stað, því það náttúrulega ég vinn í Hollywood-geiranum og það búið mjög óstabílt, þannig að maður hefur ekki efna á að missa daga úr þar, þannig að þetta svona svolítið erfitt, en við ætlum að galvanísera helgina og fara mörg saman og vinnur okkar eru að búa til spjöld og við erum líka að styðja alls konar matarbanka og aðstoða fólk hvað heitir það á íslensku, bail, þú fær bail, þegar fólk er að ná fólki post-bail. Já, einmitt. Nú þetta fórstu alveg með það. Ég kann ekki íslenska orðið. Þetta er eitthvað svona vörslufé sem að maður greiðir til þess að komast út úr fangelsi. Já, vörslufé sem til þess að leysa fólki úr gæsluvarðhaldi. Þannig að þannig að við erum bara að passa upp á, við erum að styðja allt nærumhverfið okkar, við erum að passa okkur að vera örugg, við erum að kenna fólki handrit hvað það á að segja ef þú stendur frammi fyrir æsliðum. Þú veist á Instagram eru hotlines og allt, við erum bara að deila og passa upp og séum öll upplýst og helst náttúrulega vonast að fólk sé ekki að ráðast á lögreglufólk og sé ekki að kveiki hlutum og standa, því það náttúrulega eru alltaf, og hann náttúrulega stólar á, það sem að Trump stólar á að þeir einstaklingar séu vaði uppi og þannig við vonum bara að þetta sé eins friðsamlegt og hægt sem að virðist hafa verið að mestu, en auðvitað fréttirnar sína náttúrulega myndir af brennandi bílum og slíku, en ef við skoðum myndirnar nánar þá ekki mikið af fólki í kringum, það ekki þúsundir manns, þannig að þetta er smá gaslýsing í gangi með að þetta sé eitthvað óargarástand sem að þurfi þetta ofboðslega hervald til þess að stjórna því sem í gangi sem bara algjörlega hefur aldrei gerst áður í fylki í Ameríku og þetta er stórhættuleg þróun. Já, þetta er það. Við fylgjumst áfram grannt með. Takk kærlega fyrir að vera með okkur Dröfn. Þú heyrir og við í þér aftur þegar að kannski líður á vikuna. Já, ég vona að þetta fari bara ekki illa. Við bara óskum ykkur allsins besta og bara lifi byltingin áfram til LA. Lifi byltingin svo sannarlega. Takk. Og hér skulum við setja punkt og ég þakka kærlega fyrir mig í bili. Bíðið örskamastund, það eru auglýsingar og svo meira handa við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is